Heiða Ásgeir, þú ert þetta búin að festa að kaupa á íbúð á Granda. Já. Þetta er nú helviti fínt útsýni sem þú ert með hérna og svona. Já, mjög skemmtilegt. En þessi íbúð með verra sem ég segja. Já, það var eiginlega svona, það sem var aðlaðandi við hana. Já, akkurat. Það var eitthvað öll sjúskuð og leiðileg og ég sá bara möguleika nýja breytinni. Já. Hérna náttúrulega ertu með sko ógeðslegt eldhús. Já. Og þú ætlar að breyta í raun og veru öllu hérna, eða ekki? Þetta verður alltaf rífið út. Já. Bara gjörsamlega. Það verður bara menn sem þurfa útrás sem verður lyftinga inn með kúbein. Það er bara þannig. Þeir mega bara ráðast á þetta. Já. Sama með hana vegg hérna. Já, sem er svolítið mikið barnstíma. Svolítið mikið. Þetta verður tekið niður og ný innrétting sem sagt sett hér inn. Country stæli sem sagt fer út. Sama með hérna gólfefnið. Já, þú ætlar að henda því að allt gólfefni. Já. Það er hérna, það er illa farið hérna, þetta sleppur hérna, þetta er bara það sama, þetta er ógeð. Já. Nú það allir veggirnir þeir líka, það er einhverjar, veit ég alveg hvað effekt þetta er sko. Nei, hann er svolítið gamall þessi. Svolítið gamall effekt, já. Þannig að allir veggirnir vera sléttaðir líka, slétta úr þessu öllu saman. Þú fékkst eitthvað aðstoð við að hanna upp hérna íbúðina, eða ekki? Jú, heldur betur. Hann hérna Halli innanhúsarkitekt, sem sagt teiknaði hann allir upp á nýtt og hjálpaði mér við litaval og samsetningu bara á öllum þáttum í henni. Það er mjög gaman að sjá hvernig það kemur út. Þú ert í rauninni að fara svolítið í það að gera þessi íbúð fóðkælda. Já, í rauninni. Því að þú ert líka með sko ógeðslegar hurðar, sko. Já. Og þú ætlar að taka þær líka, eða ekki? Tek þær algjörlega og hendi þeim. Setur allt í sama við. Já, það fyrir allt í svona hvítað eik. Já. Og sami skápaninn í svefnherberginu, þeir eru ógeð. Já. Og síðan ætla ég að setja upp sérst annan vegg og hana vegg hérna. Og taka sérst veggina þessu út í rauninni með því. Já. Fella inn í þann vegg plasmatæki og það vera enga snúrur og engin tæki önnur í kringum vegginn. Þetta verður allt leitt hérna undir gólfið og í tækjarská sem á að vera hann á horninu. Svo náttúrulega ferðu í vantarlega svaðalega aðgerðin á klósetti líka. Já, allt svaðalega sko. Þetta klósett náttúrulega það býður ekki upp á neitt. Það er viðbjóður. Það er það sko. Ég fyrir ekki eins og á alla að pissa sko. Nei, þannig að þú ætlar að setja hotbaðkar. Það setja hotbaðkar og breyta uppröðun á því. Setja innréttingu sem er ekki. En talandi sko eins og eldhúsinnréttingarnar og allar þessi innréttingarnar á bað og klósetti, hvaðan tekur þetta allt saman? Tek þetta allt frá Bígó. Já, þú fórst bara og gerðir bara öll innkaup í Bígó. Ég er svona, hvað að segja, típisku karlmaður með það að æðislega gott að lendi að fá eitthvað svona allt staðar. Já, akkurat. Gólfefni, flísar, baðherbergið. Og þannig var bara teiknuð upp ný eldhúsinnrétting. Þetta stækkar eldhúsi gríðarlega. Já. Ég ætla að vera með hérna gaseldavél. Já, ég mæli með því. Og það er saman með það, ég þarf að fræsa hérna í gólfið og út á svalir. Já. Það er aðeins ekki að fræsa, saman með og baði, ég ætla að fræsa líka í gólfið og setja heitt í gólfið. Já. Það er náttúrulega ekki betur en að stíga á heitt baðgólf. Nei, það er ljóst að þetta verður vantarlega piparsveina íbúð dauðans hérna. Já, það stefnir eftir það. Er það ekki? Ég ætla bara að byrja nú. Ásgeir, síðast þegar ég kom til þín og það var nokkri mánuðir síðan, þá var hann ekkert rosalega fallegt að litast hérna. Nei. En þá er mitt allar að hafa þetta svolítið tilbúið í enda mánaðarins. Já, það var svona pælingin að taka einhverjar 3 vikur í þetta sko. Til hamingju með það. Takk hérlega. Hvað eru 4 mánuðir síðan? Sirka. Þetta er búið að taka aðeins lengri tíma. Já, en þú tókst allt út, eða ekki? Jú, það fór allt út. Já. Það var bara fókelt hérna, gjörsamlega. Og allt nýttinn. Hressandi. Já, og fínt að þekka að Ívar Guðmunds og Arna Grant í svoleiðis stóti, sko. Heyrðu, en sko, þetta er náttúrulega pípasveina íbúðið þín í dag, sko. Jú. Þú ert náttúrulega ekki þekktur fyrir það að vera með einhverja konur á hliðina þér, sko. Nei. Þú ert náttúrulega hálf samkynhneigður. En þetta er náttúrulega sem sagt strákaíbúðir. Var það ekki svolítið erfitt að sjá þetta allt fyrir? Fékkstu einhverja hjálp, kannski? Ég fékk náttúrulega hjálp frá honum Halla. Halla arkitekt. Já. Og hann teiknaði þetta allt saman upp. Já. Sem var rosa þægilegt upp á að sjá svona hvernig allt myndi virka. Er sófinn góður hérna, er borðið gott hérna. Nákvæmlega. Þannig að það var frábært. Svolítið ríkjandi við okkur strákanótt, við nennum ekki alveg að vera út um allt. Ég skil þig. Þannig að mér fannst það rosalega gott að þú varst að tala um möblunar. Fóð bara í heima, keypti allt þar. Þannig að þú hefur bara klárað þetta eins auðveldlega og hægt Já. En mjög smekklega valið og flott sett upp hjá þér. Já, takk. En það er svona með eitthvað mesta athygli náttúrulega með þig sem náttúrulega útvarpsmann, sjónvarpsmann, mikinn áhuga bíómyndir og annað, það er náttúrulega græjurnar hjá þér. Já. Ég sé að sko veggurinn hérna sem þú ert búin að búa til er reyndar svaðalega flottur, drengur.
Já, hann heppnaðist gríðarlega vel. Já, og hann var væntanlega smíðaður í kringum þetta sjónvarp. Já, í rauninni. Það hafa eitthvað plasmasjónvarp hangandi upp á vegg og hátalara hliðina, náttúrulega bara ljótt. Akkurat. Þannig að lokaðs af í plexigleri er náttúrulega bara snilld. Algjör snilld. Ég fór og talaði við strákan hann í Háborg. Já. Þeir náttúrulega, ég held ég verið geðveikur sko, kom með einhver teikning og sker úr hérna og þetta og þetta og þetta. En rukur sérn í það og þetta er útkoman. Og tók svona skínandi vel og þetta líka stækkar ekki svona spegill í hérna glerið. En síðan alltaf með græðir þessar slíkar, þú ert með heilan græjuskáp. Já. Og þar ertu ekkert með einhverjar svona litlar græjur. Nei, það er alveg samið með hennar græjuskáp. Það verður með græjur út á gólfi og græjur út allt, þetta er svo ljótt. Já, já. Frekar að fara bara með þetta allt í eitt horn sem passa rosalega vel þarna á hornið. Þannig að magnarinn, tölva, spilarar, allt í skápnum og tók allar snúrur undir parketti bara í leiðslum. Í rörum, þannig að ég get dreigið í nýtt og allt svoleiðis. Og saman með hátalarn í bakið, fræsti þá inn í bakið þannig að þið stæði ekki út úr heldur. Nákvæmlega. Og þetta kerfi, eins og maður kallar það, þetta fyrirtæki sem vinnur mér sagði, þetta græjudót, það fekk ég allt í honum steinin í hljómsýn. Já, hann er nú listamaður í þessu. Já, hann náttúrulega bara kann þetta frá að til lög, sko. Ef það er einhverstað flott sound og flotta græjur, þá er það frá Steinar, sko. Já. Ásgeir, en sko, eitt mesti viðbjóðurinn hérna síðast var nú eldhúsið hjá þér. Það var rosalega ljótt, sko. Já. Þú gast ekki einu sem gerir með það, sko. Jú, veistu það var kona sem kom og fékk það gefins. Já, hann er fallega gert það. Hún hafði það að lappa upp og niður tröppurnar með þessa forljótu innréttingu. Já. En hún kannski þurfti á hann að halda. Hann var gott hún komst að nota. Já, vonandi, sko. Já. Og þú sé ekki að hugsa mér þegjandi þörfina núna. Það var tróðist þér innréttingu og sig, sko. Þú leystir þetta mál allt bara rosalega vel. Þú opnaðir alveg eldhúsið, þú fórst í eykina og vannst þetta mjög vel. Já. Ég kannast nú meira hlutan af þessu. Þetta er vantarlega bíkó, er það ekki? Ja, þetta er bíkó. Já. Og það er sama, kemur aftur að þessu með valkvíðan, óvarlega, sem við kallum getum átt við. Og fór í bíkó og hugsa, ok, fæ ég ekki bara allt í bíkó? Og jú, gólfi í bíkó. Parketti í bíkó, eldhúsinnréttingin í bíkó, skápar í bíkó og allt í bíkó, flísar, drasl. Það er þessi valkvíði hjá þér. Já, ég menn þetta er bara svo leiðilegt að fara og þú sérð ekki flísar sem passa, fara á 20 staði og eitthvað. Jú, fínt að maður bara atvinnulaus og hefur ekkert að gera en bara fyrir vinnandi mann er þetta bara ógerlegt, sko. Og enn með baðherbergið, það var líka náttúrulega ekki mikil sjón að sjá þarna áður. Það var viðbjóður. Það er rosalega flott með það. Ég hef ekki baðað með einu nýjus og baðkæli sem var þarna áður, sko. Nei. Þannig að núna ertu búin að leysa það mjög flott og þú settir flottan spegil þarna, flottlega lýsingu og þetta er rosalega fína hotbaðkar líka. Já, þetta er, já. Ekki kom það vantarlega á bíkó? Jú, það kom á bíkó og það er fína hotbaðkar maður. Já. Og þetta er, ég er nú mikið fyrir að fara í bað, mér finnst það bara mjög gott. Já. En sko, hotbaðkar með nutti, þetta, maður fer ekki upp úr, sko. Nei. Spegillinn, eins og sérð, þegar þetta redduðu því hérna inn í glerslípun og speglagerðin í skeifunni. Ég þurfti að fá hann á 3 klukkutíma þegar þú íttir á svo mikið. Ég var bara að gleyma að panta speilin. Þannig að þeir redduðu því. Kæra þakki fyrir það. Hanni Bakk, trommarinn Skítamóral, hann átti hugmyndina af þessum ljósum í speglinu. Hann er að vinna mitt í rafkaup. Já, rafkaup. Og kemur svona skínandi vel út. Já, hann er gaman að því. Já, bara mjög gaman. Hann er ekki að fara að læra þetta og þetta hlýtur að vera töff. Ásgeir, hvað með gluggatjöldin? Þetta er þessi svokölluðu skrínið, það ekki? Já, það voru semst fylgdu í íbúðinni, svona viðar gluggatjöld. Já. Og bara, já, alveg fín og allt það. Já. Og ég ætlaði að láta þau bara vera áfram. Þá kom hérna Jómbi, félagi minn og pílu gluggatjöldum. Já. Og kastaði upp á gólfið þegar hann sá það, sko. Og það var bara þannig. Og vildi ólmur skipta þessu út fyrir þessar skrínera sem eru rosalega skemmtilegir. Og þetta stækkaði íbúðina bara alveg helling. Er þetta ekki bara smá vinna? Smá vinna? Þetta er svona eins og Óskarnum, ég held að maður verði bara með kreditlista, sko. Það var fjölskyldan gjörsamlega úrvinda. Það er gjörsamlega búið að pína kallfaðir minn, sko, háaldraðan. Hann er vantilega farin í frí ykkur? Hann er farin í Flórída núna, með mömmu bara, það gafst upp á þessu. Máu minn sem er búin að vera rosalega duglegur og bróður minn og bara fjölskyldan yfir höfuð. En þetta er ótrúleg breyting á íbúð. Já, þetta er gríðarleg breyting og rosalega gaman þetta er búið en alveg svakalega leiðilegt þegar maður sér þetta dragast og dragast. Það verður að klára. Það verður að klára, sko.